Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er verið að frumsýna mynd á morgun á sama daginn fyrsta sem að, ég veit ekki, er svona náttúruhamfara mynd. Það er svona kveikjan á söguþræðinum eru jarðhræringar úti fyrir Suðurlandi. Þetta er íslensk mynd, en þetta er dönsk mynd kannski aðalega, íslensk dönsk mynd sem að Grímar Jónsson framleiðandi kemur að. Er þetta íslensk mynd, dönsk mynd? Dönsk mynd með íslensk kannski segja þetta verið dönsk-íslensk? Eða ekki íslensk-dönsk? Eða íslensk-dönsk? Nei, ekki íslensk, þetta er ekki meira dönsk en íslensk. Hún er meira dönsk, jú. Þetta er dönsk-íslensk samframleiðsla. En er þetta ekki rétt að sagan byrjar einhvern veginn á þessum endalausu jarðhræringum? Jú, reyndar. Hún byrjar hvað var það, Dyrhóley, vitinn þar, stórbrotin náttúra, Pálmi Gestsson, okkar ástsæluleikari, opnar myndina með íslenska fjárhundinum og það skekur landið eða skammt undan ströndum landsins risa jarðskjálfti og sem er svolítið svona kveikjan að svona sögunni, þú veist, þessi sprunga og það er svona svolítið sci-fi elementið í sögunni að komast það niður og loka sprungunni en síðan, já, þannig byrja myndin. Það kemur ykkur óskapnar upp þessa sprungu eða setur í gang ykkur að Já, þetta er bara svona loftslagsbreytingar, þetta er neikvæð áhrif en það er raunur ekki kjarni myndarinnar er ástassa svolítið svona hvað ef ég hefði Ástin sem hefði ekki orðið Ástin sem hefði ekki orðið, nákvæmlega Það hefur ekki verið í vinnuna heldur, hefur verið sinnt ástinni Einmitt, hann heitir Símon Sýrs sem er aðleikari myndarinnar og hann leikur strák eða mann sem heitir Elías og Elías fórnar ástinni fyrir framann í vísindum til að gera hvað sem er fyrir fræðina Akkurat og en síðan hoppum við í tímanum aðeins, förum 15 ár fram í tíman og þá förum við svolítið í þetta thematíska element sem ég myndist á hann, hvað ef ég hefði, þú veist, og sem mér er sagt að fólk á dánarbeði það sér ekki eftir einu Akkurat nema því sem hefði átt að gera Akkurat Það sér ekki eftir neinu sem það gerði, sko Já, þetta er nefnilega Fólk ætti eiginlega að gera meira en minna Akkurat, en það var nefnilega mjög gaman að við heimsfrumsýndum myndina á alþjóðlegu kvikmyndaháttinni í Rotterdam núna í lok janúar og síðan var hún líka sýnd og keypti hún Drekaverðlaunin á Gautaborg miðjan febrúar og síðan frumsýndi í Danmörku í síðustu viku og við erum svo fyrsta landið utan Danmörku til að taka myndina til sýningar og það var mjög gaman að sjá myndina í fyrsta skipti með stútfullum sal sko því að hún er áhrifarík, hún er grípandi, hún er spennandi, hún er samt ekki þessi klassíska fróða sem við sjáum ofta að vestan, sko, þetta er svona eitthvað, hún hefur eitthvað annað en margar aðrar myndir og bara frábær mynd og mjög gaman að koma að gerð hennar, bæði undirbúningi og framleiðslu og eftirvinnslu. Þú hefur komið að framleiðslu mynda áður? Já. Framleiddir Hrúta? Já, Hrúta, með Grími Hákonarsyni, ég gerði líka Héraðið með honum. Sem var heimildarmynd Nei, Héraðið var mjólkurbónda sem gerði uppreisn Arndís frá Egilsdóttir. Kaupfélagsskagfirðinga Akkurat, já, eða kaupfélagsins eða Já, þannig að ég gerði þessa 2 myndir með Grími og við erum ennþá að vinna saman. Við erum að undirbúa næsta verkefni. Svo gerði ég líka undir Trénu með Hafsteini Gunnari Sigurðsson og núna síðast Northern Comfort. Og svo hef ég meðframleitt nokkra myndir eins og Goðheimar eða Valhalla sem var svona ævintýramynd sem var líka tekin upp hér að hluta. Og þannig já, ég er með svona sterkar taugar til Danmörkur, ólst þar upp bæði sem barn og unglingur og bjóð þar og vann og stundaði nám í einhver tíma og það hefur svona smitað út frá sér núna eftir að ég hóf þennan feril, sem sagt kvikmyndaframleiðslu feril að þá hef ég svona ósjálfrátt leitað þangað og
og hef lengi sjálfur haft bara mikið dálit af danskri kvikmyndagerð bæði myndum og þáttum sko. Jú, en sen hafa hér Norðurlöndin Norðmenn eru ansi góðir. Akkurat, skilur, það svolítið þróun í þessu svona víða. Kannski kemur þetta til Íslands? Já, mér finnst við nú bara vera frekar vel á veg komni með það. Þetta náttúrulega risastór iðnaður hérna heima og ört vaxandi og tækifærin fjölmörg og bara gaman og svona bæði gaman en krefjandi, þú veist, að vera hluti af því, þeim uppgangi. Það tölvöld talað kvikmyndagerð á Íslandi og mikið bara í samhengi við þessi stóru verkefni sem eru að koma hingað. Já. Sem að hafa eitthvað svona þjóðhagslegan ávinning sem við nennum ekkert að núna. Akkurat. Má vel vera að það verði til 7 krónur og hverja 1 krónu og allt í lagi með það. Akkurat. En það alltaf verður til hér stabbi af fólki sem kann og getur. Svona tæknideildin í íslenskri kvikmyndagerð, hún alveg klár. Hún hefur ráðið við stór og mikil verkefni. Já, bara allt krú, eða þú veist, allt starfsfólk sem vinnur við tökur, þar erum við bara stöndum við mjög framalega bara á heimsmæli hverða. Þetta bara ótrúlega gott. Hljóðið kom í lag, þú ert svo ungur að þú manst ekki eftir svona íslenska kvikmyndavorinu. Þá var hljóðið fyllilega vandamál. Nei, það nú yfirlega, skiljur, það ennþá leifur að því. Maður sér svona í kommentarkerfunum sko eftir að íslensk mynd eða þættir hefur sýndar í sjónvarpi. Það var alltaf einhver handfull af fólki sem að kemur úr kommentar hvað hljóðið hafi verið lélegt, að það hafi ekki heyrt nú vel hvað sagt. Er það ekki bara, kemur það ekki með aldrinum? Fólk kvartar yfir því að ég sé tala og hratt eða ég sé og þöglumeltur. Hefur þú hlustað á Rás 1 á morgnana? Já. Þá tala þau svona hratt. Akkurat. Nei, en þú minnist á hljóði, það er einn af þessum framleiðslu þáttum sem ég hef bara sérstakann áhuga á. Mér finnst það mjög heillandi hversu stór hluti það er nú af kvikmynd, hljóðheimurinn og það eru margir sem kannski átta sig ekki á því bara að hljóðheimurinn eru nú búin til alveg frá grunni af listamönnum sem kunna að búa til hljóð og þar eru við nefnilega ansi framalega, þú veist, þessir góðu hljóðmenn sem við eigum ekki bara að vinna að íslensku verkefnum, heldur líka eru eftirsóttir bara utan landsteinina í verkefni. Þetta ekki íslensk kvikmyndagerð að þjóna erlendri kvikmyndagerð og þótt að við ættum sko allt krúið í lagi að þá verður að vera til einhver íslensk kvikmyndagerð, það verður til myndir sem eru búnar til fyrir íslenska markað en það verður líka að vera einhver listgrein eða kvikmyndagerð. Já, þetta nefnilega það tekur kannski meðaltali 5 ára að taka upp, ekki að taka upp, það tekur meðaltali 5 ára að gera eina bíómynd. En það tekur kannski bara 5-6 vikur að taka hann upp. Og þá allt í einu 100, 200 eða 300 manns að vinna við gerð myndarinnar. En tímabilið fram að tökum og eftir tökum, þá þetta bara einhverjir nokkrir aðalar, handrishöfundur, leikstjóri, framleiðendur. Þú veist, þetta ekki dúrlega margir sem að vinna þróun og fjármögnun og eftirvinnslu. Reyndar í eftirvinnslun er þetta aðeins fleiri en þeir sem ég var að nefna en það eru margir sem eru að spyrja mig sem kvikmyndaframleiðanda, hvað ert að gera núna, hvað ert að taka upp núna, en ég sjaldnast í tökum. Yfirleitt er ég að þróa eða fjármagna eða vinna að einhverjum undirbúningi eða einhverju slíku, þannig að maður er raun og veru sjaldnast í tökum, en fólki sem er alltaf í tökum, krúið okkar, starfsfólki okkar, þeir sem er alltaf að vinna 10 og 12 tíma daga, það er raun og veru hetjurnar okkar þannig, það er þeir sem standa vaktina allan daginn, alla daga og láta þetta gerast en síðan eru það hinir eins og ég, þú veist, framleiðendur, höfundar, leikstjórar sem koma að verkunum, þeir eru ekkit alltaf upp á dekki að vinna 10-12 tíma daga, skilur. Þannig að það er stór hópur af fólki sem er að vinna bara við kvikmyndaiðnaðinn. Já. En síðan erum við náttúrulega með eitthvað sem heitir kvikmyndagerð og þar erum við náttúrulega eitt einkenni á Íslandi að við náum ekki 400.000, heldum það í desember að við verum að ná 400.000 en við erum það ekki. Akkurat.
og ekki allir af þeim skilja íslensku. Akkurat. Þannig að við erum pínlítill markaður og þá er það spurningin, sko, það er myndir sem er verið að búa til að, náttúrulega einhverja myndir eru bara búin til fyrir íslenska markað. Já. En það gengur eiginlega ekki upp nema að hún bara slá í gegn, sko. Hún verður eiginlega að slá í gegn og hún þarf líka að kosta mjög lítið. Þú veist, menn þurfa einhvern veginn að gefa allt í þetta. Þá er ég ekki að tala að menn sé endilega að veðsetja húsin sín og eitthvað þannig eins og gekk og gerðist hérna á árum áður, sko, en ég hef það sterta tilfinninguna þessar ódýru íslensku myndir að þá eru menn svolítið enga síður að leggja alltaf veði fólk að fresta launum sínum og gera þetta meira hugsjón heldur en fyrir launatjekanum, sko. Og kannski einn af hverjum 5 færi ykkur raunverulega laun tilbaka en markið þarf að vera svolítið hátt og þú þarf til að ná 20.000 manns í bíó eða eitthvað til þess að Já, ætli það ekki, en þú veist... Og það er erfitt. Já, við sitjum ekki við sama borði eins og mörg lönd sem viljum bera okkur saman við. Í Danmörku getur búið til mynd fyrir Dani og hún fjármagnar þaðan frekar öðvöldlega bara í ljósi stærmarkaðarins. Við erum svolítið háð því að sækja erlent fjármagn í þessa myndir sem við gera og þá verða myndnar að hafa það með sér að geta ferðast til þess að verði aðlaðandi fyrir erlendamir. Það er önnur deild, sko, en það er svo deild sem að ég starfa í og sérhæfi mig í. Ég ætla aðeins að áður en fyrir mig hana. Það er þetta að búa til myndi fyrir íslenska markað. Akkurat. Og það er lotteri, það eru bara fáir, það er enda verið núna, var ekki myndin að Sigurjón skekk ágætlega og Villibráði fyrra og nú er eitthvað úlingamynd í gangi. Þeir byrjuðu með þetta Markelbræður líka með veiðiferðamyndunum, síðasta veiðiferðin og allra síðasta á hvað er hétt allar saman. Þær gengur vel og þannig að það virðist vera komin einhver uppskrift. Olsenbandin eins og Danirnir gerðu á sín tíma. Já, þú veist, það virðist vera komin einhver svona uppskrift að nýtt lítalalíf, svona einhverjum þannig tegundum af myndum sem að ganga vel í bíó og eru greinilega eiga meira en fullkomin rétt á sér af því að það er það sem fólki langar að borga sér inn á og horfa og skemmta sér. Algjörlega, ég er bara að velta fyrir mér að ef að þetta er svona tæpur markaður, hvort að verði til einhver lína, einhver svona íslensk hugmyndagerð innan úr því ef það eru sko 4 af hverju 5 sem að raunverulega eru landið niður þannig að þeir fara bara að vinna næturvaktir á Kleppi til þess að vinna fyrir fjölskyldunni 10 ára eftir. Já. Þú þarft alltaf einhvers konar grunnfjármögnun, saman hvort þú ert að búa til bara fyrir íslenska markaði eða líka erlendan. Og grunnfjármögnun getur þá verið sjónvarp eða dreifingaraðli í kvikmyndahús og eða kvikmyndasjóður. Og þessar myndir sem hafa verið gerðar fyrir lítinn pening, þessar íslensku myndir eins og vorum að tala að þar held ég að það séu sem sagt bara dreifingaraðlarnir og sjónvarp og að einhvern litlum hluta kvikmyndasjóður. Sem eru standa undir þeim og taka kannski einhver áhættu líka. Þú veist að það verði að koma eitthvað ekki margir 10, 20, 30 manns til þess að ná einhvers konar break-even. Það er eiginlega stór undurlegt að eitthvað standi í þessu. Dæmið gangi. Já, þetta er náttúrulega ekki fyrir helvita mann að vera í kvikmyndaframleiðslu. Það er ekki að mæla með því við neitt. Nei, ekki þannig, fyrir utan bara hvað þetta er gefandi og skemmtilegt. Þannig að hvers virði það er mér mikils virði. Íslenska nýtt líf og dalalíf og yfir í Villibráð og það allt saman, það er svona, fólk þekki það. Náttúrulega, svo eru nokkra myndir sem hafa verið eins og með allt á hreinu, sem er náttúrulega verða svona þjóðargersemir sem eru úr þessum hluta. Ég veit ekki með Óskar Jónasson Jú, Sódóma Reykjavík. Hún var bara fyrir Ísland. Kvöld íkon. Já, hún er kvöld íkon. Nei, hún var líklega hugsuð til þess að fara út líka. Sódóma Reykjavíkur var, held ég, fyrsta íslenska myndin sem kemst inn á Cannes. Ég held það sé rétt hjá mér. Sem er náttúrulega alveg... Þannig hún er eiginlega í hinni deildinni sem við ætlum að ræða núna. Það eru Íslendingar að búa til myndir, auðvitað fyrir íslenska markað, en til þess að fá peninga í það, þá þarf að hafa myndina þannig að hún geti ferðast. Og það er Já, þetta er samt, sko, þetta er ekki alveg svona, þú veist, tökum Hrúta sem dæmi. Hún er eins íslensk og íslenska myndi verða. Samt hefur hún ferðast allan heim. Ég ætlaði að bæta við niðurstöðu Halldórs Laxness eftir að hafa verið í Kaliforníu.
að niðurstaða hans var svo að til þess að geta orðið heimskáld þá hann að fara heim og búa til sögur úr sínu samfélagi. Nákvæmlega. Og Rútar eru þannig stefna. Þannig í þessu fólst ekki að þú búið til eitthvað og reynir alltaf að lúkka eins og erlenda mynd. En menn vita það að hún þarf að geta ferðast. Þetta á að vera okkar saga sem að ferðast. Já. Þar stöndum við náttúrulega svo sterkt, bara gömlu góðu klésirnar, sagnaarfurinn og þú veist, bara bókmenntaþjóðin og gott sögufólk. Erum við? Já, það finnst mér. Og það er líka, það er viðmótið sem ég fæ þegar ég er út á þessu markaðum að kynna og selja mín verkefni, að það er spurningin sem ég fæ iðulega og nánast bara í hverskipti, bara hvernig farið að þessu? Hvernig getið þið komið með endalast á færibandi, ferskar, góðar, sögur, skemmtilega sögur. Þá er fólk að dásta raunverulega handritin og sögunni og upplegginu í myndinni, en ekki eins og okkur er kannski gjarnast hérna í Íslandsku umræðu að dásta á krúinu sem við vorum að gera hérna áðan. Akkurat. Þannig að það er fólk sem þú ert að hitta, er einmitt að dásta því sem að stundum er talað á Íslandi að sé veikleiki íslenska kvikmyndagerðar sem er handritið. Já, þú veist, það er náttúrulega bara sjálfum finnst mér það bara vera misjæmt sko og þú veist, það sem einum finnst skemmtilegt finnst öðrum leiðilegt og það sem einum finnst fyndið finnst öðrum ekki fyndið og það er bara eins og með mat og alls konar aðra neyslu vörur skilur og það er ekkert eitthvað að setja það í nýðunjör og það í einhvern eitt flokk sko en hérna minna þessar samframleiðslur, þessar myndir sem við erum að fara með í Víking út og sína á kvikmyndahátíðum og hérna og dreifa erlendis í gegnum þá sölufyrirtæki og dreifingar aðalega, það eru ekki endilega eitthvað þyngri myndir, þú veist kannski að einhverju leiti, menna þú veist Rútar er ekkert eitthvað léttmeti, hún er samt ekkert einhver svona, hún er ekkert nýþung, erfið og leiðileg, eða skilur þetta er bara svolítið alls konar, þú veist það er, menna nú er ég til dæmis fáránlega spenntur að sjá nýju myndina hans Rúnars Rúnarssonar sem komst inn á Cannes í gær. Eins og Rútar fóru, ekki? Eins og Rútar fóru. Rútar unnið vel. Já, ég meina það er náttúrulega alveg magnað að við höfum verið með mynd á Cannes næstu í árlega síðan, þú veist, í 10 ára eða eitthvað, þú veist, það bara með einhverjum örfáum undantekningum. Benni Ellings var þarna og Grími var þarna. Komist ekki á stórmót. Hlynur Pálmason var þarna og svo framvegis. Jú, þetta er bara svipað eins og komast á EM eða HM, skilur við. Bara aftur. Eins og við verðum þar aftur. Við verðum að tala um gullnu kynslóðina. Nákvæmlega, þetta verið íþróttir. Og þetta er búið að vera í gangi núna næstu í áratug og þetta er bara stórkostlegur árangur bara fyrir íslenska kvikmyndagerð. Og við gætum talað um svona gullna kynslóða því að einhver leiti eru þeir sem að koma að þessu svona, þetta er kynslóð. Það er ekkert. Já, og jú, það má segja það. En mér finnst það bráðna svolítið saman þessar kynslóðir. Mér finnst vera samhugur í bransanum á milli eldri og yngri og alla vegu, þú veist, hérna bransin hefur þroskast mjög mikið og bara já, hann lítur vel út. Mér finnst vera góðir bjarti tíma framöndan. Hérna má ég að spyrja um Hrúta því að það er svona dæmi mynd sem að hérna er búin til með einhverjum peningum að utan. Já. Og er fyrir íslenska markaði líka til þess að ferðast og gekk mjög vel. Að þú ert framleiðandi hérna svona af innkomunni. Náttúrulega einhverjir styrkur í þessu. En af innkomunni, hvað var Ísland stór hluti af? Þetta skiptist svolítið þannig að segjum að Danmörk og Ísland sé að gera mynd saman, þá íslenski framleiðandinn Ísland og danski framleiðandinn á Danmörku. Restina heiminum skiptist síðan milli bara í hlutföllum miðað við það fjármagn sem kom frá hverjum framleiðanda fyrir sig. Þannig er tekjuskiptingin ef einhverja tekjur eru og svo er það bara reikningsdæmi, skilur, að það koma 20.000 manns í bíó og svo borgar sig. Ég er bara að velta fyrir mér að þetta með að fara og ganga vel erlendis. Já. Stundum er það þannig að þú ert bara kannski að þvælast á milli einhverja hátíða og þú eiginlega bara þarft að sinna myndinni í nokkra mánuði en færð kannski kemur ekkert mikið út úr því. Nei, oft getur þetta verið bara mjög sjaldast eins og myndi ganga vel í bíó kannski eitthvað langi, stundum er þetta sala inn í þýskar
sjónvarpsstöðvar eða það sem Nákvæmlega. En það held ég bara allir gangur á því. Þú veist, stundum gengur það vel og stundum ekki. Meina stundum... Ég spurði Hrúta sem gengur vel. Já, og undir trénu gekk líka rosalega vel. Hún fór í bíó út allt og þú veist, þetta þessar... Og mikið af þessum íslensku myndum ganga mjög vel, en svo það samt þannig að dreifingar aðalinn, þú veist, það eitthvað fyrirtæki í Þýskalandi sem setur myndin í bíó, þeir eyða einhverjum x milljónum í kynningarkostnað, þú veist, og auglýsingar og hitt og þetta. Og fá það fyrst. Og þeir fá það alltaf fyrst, þannig að þú veist, tekjurnar þurfa ofta að vera verulega miklar til þess að það enda á því að koma tilbaka til framleiðandans, en síðan eru líka, þú veist, það eru fjölmörg dæmi að íslenska myndir, bara sögurnar eru það aðlandi og skemmtilegar og vel skrifaðar af okkar frábæru handriðshöfundum að það er verið að kaupa endurgerðarréttinn. Hrútar voru endurgerðir í Ástralíu og Suður Kóríu og þú veist, þá kom einhver að tekja því líka og síðan eru náttúrulega kvikmyndaverkefni bara eins og bækur og mikil af annari list. Þetta er ódöðlegt, þetta eru verðmæti sem eru komin til að vera, þau fara aldrei. Svo vegavinnu myndin endur gerði það ekki í... Jú, þarna á annan veg eftir Hattagurna sem að við gerum undir trénu saman og Northern Comfort, núna síðast. Heyrði ég ekki eitthvað að því að vera hugmyndur endur gerði að Kona fyrir stríð eða eitthvað? Jú, gott ef ekki, var ekki Ég held að, veit ég hvort að var það eitthvað að því að... Einmitt, var það Jodie Foster eða? Ég man ekki alveg. Stórnafn. Já. Herðu, Já. En sögurnar sem þú heitir fólk út í heimi sem segir að bara svo sterkar sögurnar sem koma frá Íslandi. Já. Það sögur af þessum svona sem að dreifast víða, að það við sem að búum hérna, þannig sem að búum hérna í borginni, það verður oft kyrst út á landi, svolítið eins og íslenska skálds, kom mjög seint til Reykjavíkur. Það voru bara, og allt gott fólk, eða það sem átti að vera svona upprunalegt og alvöru, að það var eiginlega allt fólk sko, sem var bjóð utan landi, eða var utan landi í bænum, þannig að það var eiginlega ómark hvað okkur fannst, eða hvað okkur leið hérna og sömuleyti kvikmyndin svona meir utan landi. Já, það var kannski á einhverju tímabili. Maður heyrði hérna bara ekki enn einn sveitamyndin, ekki fleiri bændur, við fengið eitthvað annað, sko. Þessi náttúrulega eru alls konar og fjölmörg dæmi myndir sem eru ekki þannig, þú veist, og hann þú veist, ég veit ekki hvort að sé að tala um einhver tískuströma eða eitthvað annað í því, sko, ég held að það sé meira bara eitthvað tilfelli, en ég upplifði ekki þannig núna og í því sem hefur verið núna undanfarin ár og það sem ég veit að er á leiðinni, það er ekki mjög bænda eða landsbyggða miðað, sko, svona í efnistökum eða í handritum. Þú veist, þannig að ég held að það sé kannski bara liðin tíð. Þetta hafi verið svona tímabil. Já, það var náttúrulega gruna það hans að vita það, sko. Það var náttúrulega svona einhver leiti var þetta líka kannski kynslóða tengt að þetta oft sem að var svona ára í kringum Björk og Sigurrós sem var svona hugmyndunum að hvað verið svona sérstakt við að vera í Ísland og fólki var að svara þessu í viðtölum náttúrulega, en svo náttúrulega Sigurrós bara í heimildamynd eiginlega, það sem að var eiginlega var að mörguleiti líkt og að frambóðsmyndband hennar Hrundar, öllu Hrundar, svona úðurinn til einhvers samfélags í sveitunum. Já. Ég meina þetta er líka eitt af stærstu svona verðmætunum okkar, þú veist, eins klísjálegt að kann að ljóma, þá er það bara náttúran. Hann geta keyrt hérna í 10 mínútur frá Reykjavík og vera bara í einskilsmalandi einn með sjálfum sér, en náttúrulega bara ákveðin forrititi sem ekki margir búa við og náttúran okkar er náttúrulega stórkostleg og mikilfengleg og tala ekki allar þessar náttúruhamfarir, eldgos núna nýlega sem að hafa dögn yfir. Ég er einmitt að vinna mynd með leikstjóra sem heitir Ugla Hauksdóttir eftir bókin hennar Sigva Hagalín sem heitir Eldarnir, ástin og aðrar hamfarir. Það sem að eldgos augljóslega koma mikið við sögu og ég finn alveg fyrir því að markaðurinn erlendis er mjög spenntur fyrir svoleiðis ástasögu með svona einhverja hamfara backdropi, sko, það er mjög heillandi. Heldur að komi svona tímabil þar sem að
íslenska sögur takið mið af hamförunum. Það var svolítið mannstöttið í þegar COVID kom og þá voru menn að tala ekki um COVID-myndunar. Þær voru bara svo leiðilegar að þær eiginlega voru að hurfu. Það komu náttúrulega heimildaþættir COVID en það hefði áhrif á svona kvikmyndagerðina og myndunar. Já, einmitt. Það var kannski að vera út af grímunni sem að það var ekki hægt að láta leikarana vera með þetta. Já, einmitt. En það mér er bara svo magna að hugsa til þess hvað stutt síðan að við vorum í sókví og máttum ekki fara í jarðafarir og eitthvað. Það er eitthvað svo súralist að hugsa það séu bara korter síðan, sko. Það er misjafnt hvað svona í atburðum sogast inn í, sko, sögurnar sem að síðan eru sagðar. Það er ekki alveg gefið að við fáum hérna 18 eldgósamyndir í röð. Nei, ég held að það væri bara engin markað fyrir það, sko. Ég meina, stærsta klísjan í kvikmyndabransan er sennilega content is king, þú veist, bara ef þú ert ekki með gott handrit, þá ert ekki með neitt. Þess fyrir utan þarftu góðan leikstjóra og góðan framleiðanda. Þetta er svona gilda þríeiki, skilur, sem að ef það er veikur hlekkur þar að þá í þessari samkeppni sem við búum við, þá áttu varla sjans. Þannig að þetta eru svona þessar grunnstóðir sem við þurfum að hlúa að og þess vegna er mikilvægt að við, þú veist, gleymum því ekki. Þú veist, það er mjög gott að við séum með risastóran iðnað og við séum að þjónusta svona risastór verkefni, sjónvarpsþáttaseríur og stóra bíómyndir og það er öllum til góðs og mikil lukka. En það er bara mikilvægt að við gleymum ekki svona rótinni okkar, þú veist, og kvikmyndasjóð og okkar sögum, þú veist, við viljum ekki að okkar kvikmyndarfur og menning sé oflituð af einhverjum sögum sem eða af þessum stóru erlendu verkefnum, skilur þú, sem að þú veist, það er ekki okkar menning, heldur er það. Við verðum að segja okkar sögur og við erum sögufólk, sko, allavega erum við ekki það er nú verið sagt þegar við verum að fjalla ykkur mál og hættur okkur til þess að rökstyðja mál okkar með því að segja sögur frekar heldur en að vera með einhverja svona rökleiðslu. Akkurat. En ég veit ekki hvort að við séum svona sögufólk, kannski breytist það. Já, nei, ég held við séum það. Sjáum það nú bara allavega í því sem að ég er að fást við í kvikmyndagerðinni. Það finnst mér að vera bara endilegs uppspretta af góðum sögum, þú veist, þetta er en meina samkeppnin er gríðaleg, þú veist, það er erfitt að, þú veist, það er sama hversu gott handrit þú ert með, það er alltaf erfitt að koma verkefni á koppinn, sko. Það kom eitthvað, ég man ekki í vetur, þá var eitthvað að vera fjallmynda í sambandi við bóksölu. Að það kom í ljós að kannski erum við ekki mikil sögufólk því að við lesum ekki eins mikið af bókum og við gerðum áðurum og ekkert svo mikið af bókum í samanburði við aðra og það sem við lesum er kannski ekkert svo gott. Já, ég ætla nú ekki að hafa ósterka skoðun á því en mér finnst ég bara að finna fyrir ótrúlega miklu meðbyr á erlendri grundu með íslensk handrit og íslenskar sögur. Eins og þú sagðir áðan að þær hafa farið víða, mjög marga myndir sem hafa farið mjög víða. Já, þetta er alveg einstakur árangur og bara ótrúlega gaman að vera lítill hluti af þeirri vegferð, sko. Við ættum að tala gullkynslu, þú veit ekki alveg á því eins og það sé útilokandi fyrir aðra kynsluðir, en ég held að sé að vera tilefnið þess ef við verum að tala á svipuðum nótum og verum að tala íþróttirnar. Já, það er máli færa skynsamlega rök fyrir því. Herðu, við ætlum að skjóta inn sýnishorn myndinni, sem að myndi líklega heita hvað á íslensku, að eilífu? Að eilífu, það er bara forevikt, við notum danska titilinn, heitir Eternal á ensku og já, endilega. Skellum á það, kæra þakkir. Takk sem leiðis. Iceland was hit by an earthquake. The fracture on the bottom of the ocean has grown. Now scientists from all parts of the world will start a joint mission to seal the fracture. We are approaching the fracture. 3, 2, 1. Det är vackert. Hvad hedder du? Elias. Anita. Det är virkelig godt at se dig. Lige meget. Jeg har også fulgt lidt med i jeres ekspedition.
Jeg har været stolt af dig. Hvordan tror du, det var blevet, hvis vi var blevet sammen? Jeg har et liv, Elias. Det er din familie. Skal I derned igen? Babylon, we have a major problem here. Jag blir tvungen att gå ut och se om jag kan ordna Manuel. Du må sige, du kan mærke noget. Du føler noget lige nu. Det går ikke der. Tiden den går hurtigt, end jeg tror. Samtidig med, det står stille. Hvad drømmer du om at finde? Já, þetta var sýnisóknarmyndinni For Evigt. Ég ætla að leiðrétta mig hérna, ég sagði áðan að myndin er frumsýnd á sumardaginn 1. sem er á morgun, það er ekki rétt. Hún er frumsýnd á föstudaginn. Hún er sýnd í Smárabíói og Bíó Paradís. Hvernig ykkur til að fylgjast með því. En þetta eru lokin á þættinum í kvöld. Ég þakka Grímari og öllum gestunum sem hafa hingað komið. Minni á að við erum í svona smá átaki núna á samstöðunni að safna áskrifendum. Það er byrjað að hlýna, það er komið vor og þá eru koma inn svona ágallar í þessu stúdíu okkar að hér er engin loftræsting og þess vegna erum við eiginlega að safna áskrifendum. Það næsta sem við ætlum að kaupa er loftræsting, ég veit ekki hvort þið heyrið á mér en ég er alveg að falla í yfirlið af súrefnisleysi hérna. Þannig ef þið viljið bjarga lífið mínu þá verðið þið að gerast áskrifendur. Þetta er ekki alveg svona alvarlegt. Ég er svona svolítið dramatískur sem maður verður svona þegar maður vantar súrefni, þá verður maður svolítið tipsy eins og þetta er. En þið getið, ef þið viljið vera áskrifendur, eins og margir hafa verið að gera, það hefur verið mikill straumur af fólki sem hefur gert áskrifendur á samstöðunni hérna undanfarna daga. Það er eins og sé ykkur meðbyr með okkur. Ef þið viljið taka þátt í því ævintýri, að þá getið þið farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið þið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin. Þið megi borga meira ef þið viljið og því sem að kjósið getur átt áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Það væri gaman ef okkur tækist að byggja þetta upp svona næstu mánuðum og misserum, að okkur tækist að smíða hér fjölmiðil sem væri í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda og gæti staðið fyrir öflugri og sterkri samfélagsumræðu sem að svo sannarlega vantar í Íslands samfélag. Til að það tækist að þá þurfum við öll að leggja pínulítið til. Ef að þið eru aflögufæðir og hafið kannski verið að njóta efnisins hér á samstöðunni og hafið kannski tekið ákvörðun innra með ykkur að vilja vera með í liðinu, þá hvet ykkur til þess að gera það sem allra fyrst svo við getum styrt dagskrána. En fyrst keypt smá loftræstingu hérna inn í stúdíóið svo við getum framleitt efnið. En þetta er lokin í kvöld, þetta er lokin á vetrinum, þetta er síðasti vetrardar í dag, á morgun kemur sumarið og þá verður nú aldeilis gaman. En rauðaborðið verður næst hér á föstudaginn, að þá verður vikuskammtur hérna klukkan 4, þá mætir hingað hópur af skemmtilegu fólki að ræða fréttir vikunnar. En góða nótt að sinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.